Já, ég ætla sem sagt að kynna hérna það sem að tilheyrir Náttúrufræðistofu Kópavogs af þessu verkefni sem að gengur svona undir nafninu vöktunarverkefni eða vöktunarverkefni á vatnsgæðum Þingvallavatns. Og þess að ég best bara að binda sér í þetta. Þetta eru sem sagt meðhöfundar að þessu verkefni og við höfum unnið þetta býsna náið, Hilmar Malmqvist, forstöðumaður, Stefán Már Stefánsson, Finnur Ingimarsson og ég. Og við höfum nú sem sagt vinnan sjálf, feltvinna og svona allskyns praktískar úrlausnir að þær hafa nú dálítið verið á herðum okkar þriggja. En við höfum þá líka fengið að koma með hugmyndir og þróa þetta svolítið. Við fáum góðar og slæmar hugmyndir og það svona lýsir sér dálítið í útkomunni. Sérstaklega ef við fáum slæmar hugmyndir. En best að vinda sér bara beint í svona formsatriði. Verkefnið samstarf þjóðgarðsins á Þingvöllum, Orkuveitu Reykjavíkur, Landsvirkjunar og Umhverfisstofnunar. Og þetta komst loks á stað árið 2007. Umhverfisstofnun sem umsjávaraðili verkefnisins. Nú, sjónum beint að svifvistinni í vatninu og eðlisþáttum, einkum í inn- og útfallinu, í rennslinu hér, þar sem að lindavatnið sprettur fram og síðan í útfallinu og síðan í svifvistinni út í vatninu sjálfu, sem eru þessir rauðu punktar hér, ásamt þessum gulu sem að bættust við síðar, sem svona hita, þar sem að við erum með hitasýru. Nú, þetta eru þátttakendurnir í þessu, eða þeir sem að sjá þessa vöktunarþætti, það Jarðvísindastofnun Háskólans sem að sér eðlis- og efnamælingar. Fiskihlutinn á hendi Veiðimálastofnunar, en við komum aðeins úr honum líka, og lífríki vatnsból ásamt eðlisþáttum í vatnsból, það á okkar hendi, Náttúrufræðistofu Kópavogs. Nú, það gjarnan talað vöktun, en það ekki alltaf skýrt út hvað vöktun er. Þannig að ég ætla að eyða hérna örfáum orðum í það líka. En með hugtakinu bara átt við reglulega sýnatöku, þar sem eða mælingu tiltökum þáttum, og þetta þurfa að vera staðlaðar aðferðir, staðlaðar mælingar, og til þess að þetta getist aðeins undir heitinu vöktun, þá þarf þetta að standa í dálítið langan tíma. Vöktunarverkefni þurfa að standa í einhver ár klárlega til þess að það sé eitthvað gagn að því. Nú, það sem að menn að fylgjast með, það þarf að vera hægt að ná upplýsingum án þess að það sé allt og mikið effort. Þeir þættir sem að menn eru að eltast við, þeir þurfa að vera mikilvægir, en jafnframt frekar einfaldir og gott að nálgast á. Og það ekki verra að þið séu hagkvæmir, það kosti ekki allt og mikið. Nú, Þingvallavatn náttúrulega gríðarlega mikill geimur og einkennist náttúrulega af stærð og dýpi og bara rúmtakinu og óboðslega mikið rúmtak. Og þess vegna sviflægi þátturinn afskaplega fyrirferðarmikill. Þó að það séu vissulega stór og mikil fjöru og grunnsvæði þarna, að þá sviflægi þátturinn eiginlega yfirsnæfandi í vistkerfinu. Þannig að það sá þáttur sem er vaktaður, allavega í þessu verkefni. Nú, helstu þáttakendurnar í svifvistinni, það náttúrulega plöntusvifið sem að nýtir næringarefni í vatninu og grípur ljósið til þess að binda þessi næringarefni. Það eru síðan dýrasvifið sem að lifir síðan á þessum frumframleiðendum að stórum hluta.
Þetta eru fyrst og fremst krabbadýr, suðlæg krabbadýr, en það eru líka töluvert af þyrildýrum og öðrum þvílíkum sem er ekki fjallað hérna. Og við höfum svona gefið þeim auga en þau eru ekki partur af verkefninu. Og síðan þarna fiskur sem heitir murta sem þarna líka út í vatnsmassanum. Hegðar sér eins og uppsjávarfiskur í sjó og lifir fyrst og fremst á þessu dýrasvifi. Nú umhverfis- og eðlisþættir, þeir spila mikið hlutverk þarna í kerfinu og í vöktuninni líka, en við höfum sérstaklega verið að fylgjast með vatnshita og sýrustigi og rafleiðni og þess háttar þáttum. Og vöktunin hún í grunninn þannig að við förum 4 sinnum á ári. Þetta í maí og mánaðamótin júní, júlí, mánaðamótin ágúst, september og síðan í október. Þetta svona til þess að reyna að ná utan helstu árstíðirnar í vatninu. Það kom síðan í ljós að þegar maður kominn með einhver smá gögn þá vantar mann alltaf meiri gögn. Þannig að við höfum nú freistast til þess að reyna að afla þeirra. Ef við eigum leið þarna austur eftir þá grípum við gjarnan með einhverja græjur. Og svo reyndar komumst við að því að okkur langaði að vita meir hita, þannig að við komum fyrir síritandi hitamælum í vatninu. Nú, spurningin sem að öllum svo illa við, það af hverju ertu að þessu? Og þetta líka spurning sem að menn gleyma býsna ofta að gera ráð fyrir. Mér finnst alveg sjálfsagt að fara út í einhverja rannsóknir eða baktanir eða eitthvað svoleiðis, af því þetta sé svo áhugavert og skemmtilegt og það hljóti allir að sjá hvað þetta sé gáfulegt. Og gleyma að gera ráð fyrir þessu spurningu og verða síðan alveg standandi hissa og kjaftstopp þegar einhver út í sal spyr, já, af hverju ertu að þessu? Þannig að ég ætla ekki að lenda í því. Og hvers vegna vöktun? Já, vöktun náttúrulega til þess að annars vegar að kortleggja bara núverandi ástand. Við erum með eitthvað ástand þarna og við þurfum að mæla það til þess að geta þá verið með eitthvað grunnpunkt inn í framtíðina. Taka stöðuna, greina álagsþætti ef við sjáum einhverja svoleiðis. Nú, og þá jafnframt greina hvort breytinga verða á þessum vöktunum þáttum í tímans rás til þessari vöktun að hvort eitthvað breytist. Ef eitthvað breytist, þá ástæða til að bregðast við. Og síðan náttúrulega það þannig að svæðið bara mjög mikilvægt af mörgum ástæðum. Þetta eru náttúrulega menningarlegar ástæður þarna, náttúrufræðilegar, ég meina þetta er að mörgu leyti einstakt vatn. Þetta er gríðarlega djúpt á eldvirku svæði, gríðarlega lindavatnskerfi sem að fæða þetta. Í vatninu bullandi tegundamyndun í gangi, það eru 4 bleikjuafbrigði og ekki nóg með það, heldur eru síðan í lindunum sjálfum 2 tegundur af grunnvatnsmarflóm sem að finnast hvergi annars staðar í heiminum. Að vísu finnst önnur þeirra víðar á Íslandi en þær eru innlendar. Þannig að það eiginlega allt sem að gerir, allt sem hvetur til þess að það sé fylgst með kerfinu. Og síðan, en ekki síst, að þá voru það tilfinningalegu ástæðunar. Menn eru yfirleitt mjög feimnir við að tiltaka tilfinningalegar ástæður. Þykir það að vera tómt humbúk, en þær eru líka mjög mikilvægur. Nú mögulegir álagsþættir á kerfinu. Það getur til dæmis verið í tengslum við aukna umferð. Ég meina, fleiri túristar, fleiri bílar, meiri ásókn á svæðið. Þetta getur haft einhver áhrif. Og þá kannski spurningin sem að menn eru að velta fyrir sér köfnunarefni, losun á því. Nú byggð, það er svona nátengt hinum þættinum. Ef að byggð þéttist sumarhús eða meiri ferðamennska, þá þarf að huga til dæmis sérstaklega vel að frárennslismálum, einmitt út af þessum efnaþáttum. Nú, hlýnun, það er allir að tala hlýnun. Hún getur mögulega valdið aukinni efnaákomu, til dæmis í gegnum aukið afrennsli eða uppblástur eða eitthvað sem gerist í nágrenni vatnsins. Affall frá virkjunum eða gufa, þetta getur valdið til dæmis staðbundnum áhrifum og gerir það í Þingvallavatni.
Og svo getur vel verið að sé þarna eitthvað fleira sem að kemur í ljós, nú eða ekki. En þetta er allavega það sem að manni datt í sem svona mögulegir álagsþættir. Nú, svo við rennum aðeins í gegnum þessa mögulegu þætti, þá er næringarefni það sem að manni dettur svona fyrst í hug. Og það er þarna kökur ákomu á svæðið. Nú, tvö helstu næringarefni sem að til dæmis þörungar þurfa, það er köfnunarefni og fósfor. Og þeir þurfa, þetta er vel að vera í þessum hlutföllum hérna, 7 köfnunarefni á móti 1 fósfóri. Ákoman er hins vegar í dálítið öðruvísi. Það er áætlað þetta síðan 150 tonn og 72 tonn af fósfor. Þannig að hlutfallið er langt frá því að vera það sem er hagstætt frumframleiðendum. Þetta þýðir og þá væntanlega að köfnunarefni er takmarkandi þáttur fyrir frumframleiðslu í vatninu. Og það að hafa þessa takmarkuna, það getur til dæmis haft heilmikið að segja það að þörungablómar nái sér ekki á strik og vatnið haldi, eða skýri það akkur vatnið er svona tært og menn vilja gjarnan halda vatninu áfram, tæru og bláu og köldu og djúpu og það. Nú, styrkur þessara efna, hann telst lágur í Þingvallavatni. Þetta eru gildi sem hafa verið mæld þarna, 30-100 mikrogrömma af heildarköfnunarefni og 10-15 mikrogrömm af fósfor. Og ef við horfum bara til vatnsgæðaflokkunar sem að menn hafa svona verið að velta fyrir sér, að þá fellur vatnið bara ágætlega í þessa flokka. Það er í fyrsta flokki fyrir köfnunarefnið og er í fyrsta dettur aðeins upp í annan flokk, svona endróma sinnum fyrir fósfor. Þetta lítur allt bara ljómandi vel út. Ég var að tala áðan mögulega áhrif hlýnunar á vötn. Við höfum nefnilega verið að fylgjast með öðrum vötnum líka. Þetta eru vötn í grennd við Reykjavík, Elliðavatn, Vífilsstaðavatn og Hafravatn. Og þarna er komin svona nokkur ára sería og þarna höfum við verið að mæla hækkun í leiðinni í öllum þessu vötnum. Og við erum allstað með marktæka aukningu. Og það liggja ekki í augum uppi neinar skýringar á þessu. En það er hins vegar þannig að hiti hefur verið að smá síga upp á þessum tíma þarna. Þannig að það er spurning, setja hérna spurningamerki, er orskan að leita í hlýnun? Hvernig getur hlýnun haft áhrif á efnainnihald í vatni? Það getur til dæmis verið á þann hátt að úrkoma til dæmis að vetri sé meira formi rigningar sem leiði þá til svona samfelldari útskólunar eða þá að það sé minni snjór upp á landi sem að þýðir þá að land verði autt fyrir á vorin sem getur kannski leitt til þess að það blási frekar upp, til dæmis land sem er snautt og blæs auðvitað upp. Þannig að það geta verið alls konar svona, þetta getur mögulega haft áhrif. Beint þegar með beinum og óbeinum hætti á það. Nú, ég var að tala líka óbeina þætti, eða staðbundna þætti segi ég, og dæmið það er áhrif sem að Nesjavallavirkjun hefur. Þetta er Nesjavallavirkjun, myndin er tekið til norðurs yfir Þingvallavatn, Mjóan er sérna, og þetta er lítið og sætt hraun sem að liggur hér og það er þéttivatn sem að rennur frá Nesjavallavirkjun, hérna niður eftir og safnast í litla tjörn hér. Þaðan rennur vatnið síðan í gegnum hraunið, eða undir hraunið, kemur fram hérna í hraunjaðrinum við vatnið og einhvern tímann þegar við vorum á ferð seint á hausti að þá náðum við þessari mynd af þessu. Hérna sjáum við sem gufu sem að stígur upp í vatnsborðinu, mest hérna en svo eru greinilega svona augu hérna lengra. Og síðan sjást náttúrulega afskaplega vel gufubólstrarnir frá virkjuninni sjálfri.
Þetta hérna Hellisheiðarvirkjun sem sendir þetta frá sér. En það eru klárlega staðbundin hitaáhrif hérna við hraunkantinn. Og þau hafa verið mæld og skráð í öðru verkefni. Nú, aðeins hvernig við förum að þessu sulli okkar. Þetta mælingarnar að þær voru gerðar á 4 stöðum í upphafi, en svo fækkuðu við þeim niður í 2. Ég sýndi ykkur þetta á kortinu áðan, þetta voru 3 staðir í vatninu sjálfu og síðan í útfallinu, en við fækkuðum 2 staði í vatninu, þannig að nú vorum við bara með 1 sýnatökustað út í vatni, miðbik vatnsins og í útfallinu. Nú, það sem að við mælum þarna, sýrustig, rafleiðni, hita og súrefni svona ef að græjurnar virka. Og þetta mælum við á dýptasniði, það er að segja við mælum frá yfirborði og alveg niður á botn eða eins langt og við komumst, niður á 50 metra ef við getum. Og til þess notum við mælitæki sem að mæla þetta allt saman. Og síðan notum við sýrrindandi hitamæla líka, sem að náttúrulega eru þá alltaf að mæla. Nú, sjóndýpi er bara einfaldlega metill á tærleika vatnsins og þetta er mjög einföld aðferð. Þetta er bara diskur sem er á stærð við stóran matadisk, hvítur diskur, sem er bara látin síga niður í vatnið. Og svo bara les maður af kvarðaðri línu bara metrafjöldan þegar maður hættir að sjá þennan disk. Þetta er afskaplega þægileg aðferð. Vandamálið hins vegar með svona stór og tæru vötn eins og Þingvallarnir er það að þegar vatnið er mjög tært, þá getur farið að verða vandamál að sjá diskinn bara hreinlega sökum smæðar, því að rýnið í Þingvallavatni getur orðið alltaf 14 metrar. Minnsta rýni sem ég hef séð er cirka svona. Nú, þörungar, blaðgræna og svifdýr á dýptasniði. Þetta er samt dýra og plöntusýni sem við tökum og við tökum þau með svona vatnssýnataka. Þetta er hólkur sem er bara sendur niður. Hann er helst opinn meðan hann er á ferð. Síðan þegar hann stoppar þá lokast hann, lokar inn í vatni sem er í honum og þá er hægt að hífa hann upp með því vatni sem það er. Þetta höfum við verið að nota niður á 35 metra dýpi. Svifdýrasýni sem eru bara þá tekin úr þessum hólk. Þau eru síuð í gegnum mjög fínt sigti og varðveitt í jóðlausn. Þörungasýni, þau fara bara beint í ílát og eru líka varðveitt á sama hátt. Þetta eru sýni sem eru ætluð til tegundagreiningar. Og svo tökum við blaðgrænu líka og það eru sýni sem eru síuð á sérstakann filter. Blaðgrænan er síðan leyst úr filternum og síðan er þetta mælt með ljósgleifnimæli. Og hérna sjáum við aðeins aftur þetta kort. Þetta eru samt stöðvarnar, þetta er írensli og út. Þetta er það sem að efnafræðingarnir eru að mæla. Við erum með stöð hérna líka og svo höfum við einbeitt okkur að þessari stöð hérna. Við vorum á þessum 3 stöðum hér en við ákveðum að fækka niður í eina stöð og reyna þá að vinna hana dálítið betur. Og eins og ég sagði áðan að þá eru þetta staðirnir þar sem við höfum lagt út sýrritandi hitamæla. Annars vegar hérna í kringum 40 metra dýpi og hins vegar á allt niður á 100 metra dýpi. Og við höfum lagt á með jöfnu millibili. Og þetta eru mælarnir eftir að við tókum það upp eftir fyrsta sumar. Og þeir bara útlit mælarna gefur strax ákveðnar upplýsingar. Efstu mælarnir að þeir eru allir útadaðir í slígi og neðstu mælarnir eru tandurhreinir. Það er samt engin gróður hér en það er heilmikið gróður í gangi þarna. Og svo er afskaplega skondið að sjá munin á upplutuninni hérna á milli 20 og 24 metra. Þarna greinlega bara skrúast fyrir einhvert ljósmagn. Þetta er bara tekið ofan í vatnið. Þetta er línan sem mælarnir eru á. Þetta er belgur sem eru á kafi og heldur þessu uppi. Og svo má með mjög góðum vilja sjá efsta mælinn hérna á 4 metra dýpi. Ég ætla að sýna ykkur svona, ég ætla að tína hérna til svona nokkrar svona dæmi niðurstöður. Ég ætla ekki að fara að sýna hér allar niðurstöður sem við höfum fengið því að það eru nú farnar að verða bara þó nokkrar að vöxtum. Þannig að ég ætla bara að stökkva hérna á nokkrum glærum á svona það helsta. Nú, þetta er meðal annars það sem er þarna í þörungasauðinu.
Þetta bara þörungakeðjur, hver svona eining ein fruma og það alveg dæmigert fyrir þessa svifþörunga að þeir eru yfirleitt margir saman, mynda keðjur eða kransa eða eitthvað svoleiðis og þetta gefur þeim svona aukið flotvægi. Þeir sökkva mjög hægt þeir eru búin að mynda þessar keðjur. En þeir vilja halda sér í floti. Ef þörungur sekkur þá er hann í vondumálum. Hérna ætla ég nú bara að benda á svona þennan fjölbreytileika sem er þarna. Þetta eru sýni sem var safnað í útfallinu árið 2010 og þar voru greindar 97 tegundir eða tegundahópar af svifþörungum. Og hlutfallið að það er sem sagt svona. Þetta eru kísilþörungar að stærstum hluta og svo eru þarna aðrir hópar í þó nokkrir aðrir hópar. Þessi er svolítið þung. Þetta er sem bara þéttleiki, þetta er sem hlutfall náttúrulega og þetta er bara þéttleiki fruma, fjöldi bara í lítir hreinlega. Sýnir í rauninni bara hvernig fjöldin skiptist milli þessara helstu hópa. Og þetta sýnir mjög svipaða mynd og þessi listi þarna áðan, það er að segja að þetta eru kísilþörungar að stærstum hluta. Það verður að vísu dálítið sviss hérna í september. Já, þetta eru samt dýpi, 1 metri, 5 metrar, 10 metrar, 25 og 35 metrar og síðan er þetta árstími hér. Þetta er samt þróunin yfir dýpisskala og tímaskala. Og það sem þessi mynd segir er það að kísilþörungar eru ráðandi í svifi, nánast á öllum tímum og öllum dýpum. Það er að segja yfir þau á þeim tíma sem við höfum upplýsingar. Og ef við kíkjum hérna aðeins yfir á næstu mynd, þá er þetta lífmassi. Þetta er bara hreinlega þyngdin á kvikindunum. Milligrömm í rúmmetra er einingin. Og þarna sjáum við hvað kísilþörungarnir eru gjörsamlega ráðandi þegar kemur að lífmassa. Það er alveg sama hvað hinir eru margir, að það er alltaf, að þessir yfirgnæfa alltaf í lífmassan. Og það náttúrulega skýrist meðal annars af því að kísilþörungar hafa náttúrulega utan sig skel, kísil. Og hún ein og sér náttúrulega vegur heilmikið í þessu. En svo eru þetta líka oft tiltölulega stórir þörungar, svona miðað við félagana. Þannig að það eiginlega vinnur allt með þeim í þessu. Hérna erum við síðan með blaðgrænu og þær var nú að vera svolítið flóknar hjá mér þessar myndir, þannig að það er svona þess að leiða í gegnum þær. En þetta eru sem fyrstu 4 árin, 2007, 2008, 2009 og 2010 og árið 2007 þá vorum við bara með 3 dýpi og við sáum strax að þetta var allt of lítið. Við þurftum að fjölga dýpum til þess að ná einhverjum almennum upplýsingum út úr þessu. Og það er sem þetta er 1 meters, 5, 10, 25 og 35 metra dýpi. Það er sem súlurnar að þær eru á dýptabílunum. Nú við sjáum og síðan erum við tíma árs hérna. Og við sjáum að það er bara þó nokkur breytileiki í þessu. Það er sem sagt breytileiki eftir tímanum. Það er mikið að gerast á haustin og þó nokkuð að gerast á vorin. En svo fellur þetta yfir sumartíman. Þetta er svona trendin í þessu. En svo sjáum við líka að allavega stundum að þá er munur eftir dýpum þegar lítið að vera. Og þá tökum við líka eftir því að þá eru þessi þörungar að flækjast þetta niður á 25 og 35 metrum. En það er lítið sem ekkert að þeim upp í yfirborði. Þetta sést mjög hér. Þannig að spurningin er af hverju er þetta svona. Nú á næstu mynda þá er ég búinn að steypa þessu saman og ég vona að menn fái nú ekki áfall. Hérna er ennþá hægt að greina þessar súlur, en það er orðið svolítið erfitt samt.
Og hérna ég hendi út á fyrsta árinu 2007 því að þá vorum við einfallega með færri mælingar, eða færri dýpi inni. En hérna erum komin með 4 ár og við erum með 4 súlur öll árin nema hérna. Hér fórum við auka ferð. Af því að okkur sýndist að þessi haust væri farin að verða eitthvað undarleg. Þetta voru hæstu topparnir sem við vorum að sjá. Það var þessi klórófíltoppar á haustin. Og hérna sáum við þurftum alveg endilega að komast út á vatn til að sjá hvort þetta væri bara eitthvað sem væri í yfirborðinu eða hvort þetta væri alls þar. Og þetta var á öllum dýpum, þannig að þessi toppur var á öllum dýpum. Ég sagði ykkur frá því áðan að við fórum líka í útfallið og þegar við rákumst á þennan topp hérna þá fórum nú að velta fyrir okkur að þetta væri við þurftum eitthvað að skoða þetta betur. Þannig að við fórum að fjölga ferðum í útfallið. Settum það inn í þennan svokallaða vatnahring sem við höfum verið að fara reglulega. Og ætluðum að ná vortoppinum, af því að við gerum ráð fyrir að hér er heilmikið hrap og þetta færi niður ekki neitt, kolamyrkur á veturna, kalt. Þannig að við lögðum á staðið miðjan mars og ætluðum að grípa vortoppinn glóðvolgan. Þetta er útfallið. Þetta er vortoppurinn sem við ætluðum að ná. Við hér mistum af honum. Það sem er sem sagt í gangi hérna er það að þessi hausttoppur, hann heldur bara áfram upp. Og þetta vetrarfall sem við heldum að kæmi, það kemur aldrei. Í útfallinu er bara blússandi klórófíl allan veturinn. Þannig að það fellur hérna síðan kemur vortoppur, svo fellur yfir sumarið, hérna kemur aftur hausttoppur, hérna voru út á vatni til þess að verðum alveg vissum að þetta var eitthvað vit í því sem við verðum að mæla. Síðan fellur þetta og hérna fáum við sama topp aftur og hér. Við erum ekki með eins marga mælingar. Þetta fer eftir veðri og aðstæðum, hvort við komum svo staðinn. Og svo eigum við bara klórófíl í frysti hérna fyrir ársbyrjun 2012. Við erum ekki búin að vinna þau sýni. En sem sagt, það er bara heilmikið að gerast í þessum þörungamálum á veturna í kolamyrkri. Og þá rifjaðist nú upp fyrir mér að einhvern tímann var ég að þvælast út á Kleifarvatni 11. janúar að mig minnir og var að þvælast með Svifhof. Og datt ég að henda honum út í að hvort það væri einhver kvikindi á ferðinni þarna og við dróum hann upp. Og Svifhof var fullur af kísilþörungum. En svo leggjum við hérna ofan á þetta vatnsgæðaflokkunina sem að ég sýndi ykkur áðan með efnafræðina. Og þetta eru vatnsgæðaflokkar sem að byggja á blaðgrænu, af því að blaðgræna er líka notuð sem metill á vatnsgæði. Og þessi flokkun er mjög íhaldssöm þegar kemur að djúpum vötnum. En þetta segir okkur sem það að megnið af árinu er Þingvallavatn í öðrum vatnsgæðaflokki. Lögin segja að eigi að vera í fyrsta en það hefur greinilega ekki komist til skila. Og þessir toppar hérna, þeir skjóta sér upp í 3. flokk. Þannig að þetta vekur ýmsar spurningar. Til dæmis það hvort að þessir flokkar séu það sem eiga að vera og alls konar svoleiðis. Allavega þetta vekur ýmsar vangaveltur. Nú, sjóndýpi, ég minntist á það áðan og hérna erum við með 9 ára gamla mælingar á þessu sjóndýpi. Það er þessi diskur sem ég var að tala um, þar sem maður bara lætur hann síga, þannig að maður hættir að sjá hann. Og það hefur þetta sjóndýpi náttúrulega takmarkast af ögnum sem eru í vatninu og sjóndýpi hefur heldur farið minnkandi. Það er að segja að við erum með gömul gögn sem eru þessar súlur, fremri súlur hérna og síðan þessi gögn sem við höfum verið að sanka að okkur og trendin er dálítið í þá átt að sjóndýpi er minnkandi og það er marktækur munur á þessu til dæmis hér og hér. Það er ekki marktækur munur hérna en við höfum bara svo fáar mælingar. Þannig að þetta virðist vera, eða má túlka sem vísbendingu aukningu í þörungasviði. Nú að þessum dýrasvifið eldsnöggt. Þetta er sem sagt einn af aðalleikendunum í því. Þetta heitir Langhalaflóð og hérna er hún bara í þessu umhverfi sínu. Þetta eru kísilþörungar sem eru hérna í kring.
Svo er mér bent á að við höfum hérna náð Pacman hérna. En það er 19 fyrir Þingvallavatn. Og ég ætlaði bara að henda hérna upp aðeins skyggnum það sem sýna það hvað þeir eru að gera, hvar þeir eru og hvenær, þessir dýrahópar. Og þetta er það sem við köllum ranafló. Ég klikkaði á því að setja íslensku nöfnin á þetta. Þetta er Langalaflóin sem myndin var af. Og síðan er hérna Svifdýli og Augndýli svo kallað. Náplíus, og þetta eru lirfur þessa tveggja. Það er ekki hægt að greina þær svo glatt í sundur. En þetta sýnir sem þá bara svona gróft yfir hvenær kvikindin er á ferðinni. Það er að segja tíminn er ágúst og október hjá bæði Langalafló og Rannafló. Þetta er svona, hann er aðeins fyrir á ferðinni. Nú, Augndýlið er eiginlega fyrst inn, en lirfurnar eru með allt annað feril. Það er langbest á þeim hérna snemmsumars, eða vorin eiginlega, þetta er vor í vatninu, og síðan á haustin. Og spurningin er þá hvort að þetta séu þeir sem hvort að þessi leggist þá í dvala, þess að keyra upp vorkynslóð af til dæmis þessum hér. Nú, á hvaða dýpi eru kvikindin? Og það svona heilt yfir að þá eru 10 metrarnir afskaplega vinsælir. En þetta fer aðeins eftir í hvaða hópa verið að miða við og aftur eru það lirfurnar sem virðast vera nákvæmlega sama á hvaða dýpi þeir eru. En þeir eru á ferðinni reyndar að haustu og vori. En ég held ég dvelji nú ekkert lengur við þetta. Og vassitinn hérna, sem taldi til gögnum hann. Þessa mynd tókum við núna bara fyrir stuttu síðan. Vorum að flækjast þarna og það var kalt, en vatnið var ekki frosið. Ég held að það hafi ekki komið neinn ís á vatnið í vetur. Og það er reyndar farið að verða undantekningar að vatnið leggi. Áður var undantekning ef að vatnið lagði ekki. Hér erum við bara með bara beinar mælingar á þessum vatnshita, með þessar bara mælt á sniði, dýptarsniði. Og hérna erum við með þessar 3 stöðvar sem við byrjuðum í upphafi. Kipti þessari mynd til þess að sýna bara hvernig þær væru. Þær falla ágætlega saman. Þetta eru dagsetningar, 14. maí, þá er ekkert að gerast. Vatnið er jafn hlýtt upp og niður úr 29. júní. Hérna er eitthvað að byrja að gerast. Það er komin hérna einhver, það er eins og sjórði hlýra hérna að ofanverðunni og svo einhver kaldari massi hérna niðri. Sama hér. 28. ágúst, þá er nú komin svona dálítið skörp lagskipting, greinilega. Og þetta kemur fram á öllum stöðum. Ég taki eftir að dýptarásinn hérna er ekki svo sami. Já, þetta er vatnsdýpið. Hérna er ekki nema í kringum 30 metrar dýpi. Hérna erum við að komast niður á svona 40, 42, 45 metrar dýpi eftir hvernig einhver rekur. Og hérna erum við að komast niður á 50 metrar. En það er botndýpi hér í kringum 60, 70 metrar. Og sýrustigið, það er bara frekar stöðugt verður að segjast. Það svona getur aðeins hlaupið til eftir vatnshita sem væntanlega endurspeglar þá frumframleiðni í vatninu. En þetta er svona til þess að gera stöðugt. Nú, þessi mynd hérna er dálítið annars konar. Hérna erum við með gögn úr hitasýrudónum og þetta er sem sagt 1,5 ár sem við erum búin að setja hérna á ásinn. Þetta er frá 25. júní 2010 til 10. október 2011. Við erum hérna inni með 2 sumur og 1 vetur. Og þetta er sem sagt hitaskalinn sem er í þessari mynd. Og þetta í rauninni bara, þetta sýnir hvernig vatnið smá hitnar. Hérna sjáum við þetta, hvernig þessi heiti massi eða hlýi massi, allavega með Þingvallavatn, hvernig hann bara myndast og skilur sig frá restinni og kaldari hérna undir. Þetta er í ágúst sem
ágúst og september sem sumarið í vatninu. Síðan gerist það að það byrjar blöndun og hitinn að hann í rauninni færist niður á við í vatnsúlunni. Og vatnsúlan verður nær eiginlega öll sama hita. Síðan fylgist hún að og þetta kólnar bara jafnt og þétt og fer niður í alveg fimbulkulda. Þó nokkuð part af þessu bláa flikki hérna vatnið ekki nema, já það vel undir 1 gráðu og lægsti hiti sem við sáum þarna sem varði bara í þó nokkuð tíma, það var 0,3 gráður. Þannig að vatnið verður alveg ofboðslega kalt. En vatnið lægði aldrei samt á þessu tímabili. Og svo kemur við aftur vor. Það kemur við náttúrulega ekki fyrir í júní, júlí sko. Það hitti geti. Og hérna sjáum við líka munin á þessum 2 sumrum. Síðasta sumar það var töluvert mikið kaldara en sumarið þar áður. Og það skilar sér bara í vatninu. Ef við horfum aðeins nánar á sumartíman, sjáum aðeins betur þessi hlýindi sem eru hérna. Já, efsti mælirinn okkar á 4 metra dýpi, þess vegna vantar ofan á gögnin, þetta nær niður á 40 metra. Þarna sjáum við þetta aðeins skýrar hvernig sumarið í vatninu hegðar sér. Hérna vatnið afskaplega jafn. Hitastigið afskaplega svipað hér upp og niður. Síðan myndast þessi hiti ofan frá og verður lagskipting sem síðan brotnar upp. Það eru svona dálitlar ójöfnur í þessu sem eru dálítið athyglisverðar. Sjást nú kannski aðeins betur á næstu mynd sem þessi hérna. Hérna erum við með hitaferil sem tekin á djúpstöð. Þetta eru 100 metrar og við byrjum á 10 metra dýpi og við hefðum ekki mátt byrja metr neðar því að það liggur við missum af hæsta hitanum. En þarna sést afskaplega vel hvernig þetta hegðar sér. En það sem mér finnst eiginlega skemmtilegast við þessa mynd, það eru þessar hákarlatennur hérna sem að koma hérna sveiflast upp og niður. Og þegar við sáum þetta þá fórum við að velta fyrir okkur hvort að græjurnar eru eitthvað bilaðar, hvort að við höfum klúðrað einhverju eða hvað þetta væri eiginlega. Það gat ekki verið að margir mælar hefðu bilað á nákvæmlega sama tíma. Þannig að við fórum aðeins að velta þessu betur fyrir okkur og það lítur út fyrir þetta séu bylgjuhreyfingar á hitaskilunum. Það ekki nokkur einasta leið að vatn á 20 metra dýpi geti hitnað og kólnað 2 til 3 gráður á hálfum til 1 sólarhring nema með því að þetta vatn sé að koma einhvers staðar að. Og hvaðan getur að vera að koma? Það að koma ofan að eða það að koma neðan að. Það ekki að koma þaðan eða þaðan. Þetta einhver bylgjuhreyfing svona. Og þá fórum við aðeins að lesa okkur til og hérna komst að því að þetta náttúrulega alþekkt. Og hérna var lýst fyrst 1800 og eitthvað í Genfarvatni og ég veit ekki hvað. Svo fórum við að tala við fólk sem með hitamæla í öðrum vötnum, til dæmis í Lagarfljóti. Þar kemur fram svipað fyrirbæri. En þetta eiginlega mjög skemmtilegt að sjá þetta svona. Og nú hérna erum við með þessi sömu gögn sett fram á svolítið annan hátt og hérna erum við búin að setja vind inn á myndina. Þess að velta fyrir okkur hvaða áhrif vindstyrkur hafi á þessa lagskiptingu alla saman og þessi hitamál öll. Og þetta byrjar þegar lagskiptingin komin á fullt. Við komum þessum mælum ekki niður 2010 fyrir en lagskiptingin var komin á fullt. En við fáum strax smá storm, það fer í 20 metra cirka og það hefur heldur betur áhrif. Það verður veruleg hlýnun hérna í neðri lögunum, þetta niður á 40 metra dýpi. Það verður hlýnun
úr 5 gráðum og upp í 6,5 gráðu, bara við þetta. Og jafnframt fer á stað hérna bylgja. Þannig að þessar bylgjur að þær eru þá einhverju leyti vindknúnar. Það er aflið sem að ýtir á. Þú ýtir á yfirborðið á vatninu og hérna bara ýtir því á undan þér upp að hinum bakkanum. Svo allt í einu sleppir vindurinn, hann hættir eða þegar blásur eitthvað aðeinar, þá færðu þetta tilbaka. En sko vatnið sjálft að þú hallar yfirborðinu á vatninu ekki nema fyrst mikið. Þannig að þegar þú ert komin með allt vatnið eða farin að hrúa vatninu upp í bakkan hinum megin, að þá fer þetta að hegða sig eins og 2 vökvar. Þú ert með léttan fasa og þungan fasa og þú ert komin með vatnið, meira vatni hérna megin sem þrýstir þá niður á neðri fasan og hallar honum. Þannig getur þú myndað svona bylgju. Og við gerðum þetta á vísindavöku í vetur, í haust. Þá vorum við að kynna þessi gögn og náðum okkur í fiskabúr, settum í það 2 vökva sem voru mjög svipaðar að öllu leyti nema það annað var þyngri. Það var bara vatn sem við söltuðum mjög duglega og settum síðan heitt vatn ofan á, ferskt, og náðum okkur svo í hárþurrku og blésum á öðrum fassan og þá náðum við þessum bylgjum fram í fiskabúrinu. Þetta þótti alveg rosalegur galdur. En aftur að vindinum. Hérna fáum við annan svona storm, vindtopp, og þetta í lok sumars. Og þá sjáum við heldur betur breytingu líka. Hérna fellur yfirborðshitinn verulega. Og það bara hreinlega vegna þess að hann flyst niður í neðri lögin. Hérna kýlist þetta nánast saman. Þetta 32 metra línan. Hitinn fyrir 32 metra. Hitinn þar niðri, hann nálgast yfirborðshita, en síðan hrynur þetta í sundur aftur, þannig að það verður ekki fullkomin blöndun. Þetta verður miklu frekar truflun á lagskiptingunni, en það verður ekki blöndun. Hún verður ekki fyrir töluvert seinna. Hérna síðan töluvert órói í þessu öllu saman. En það ekki fyrir við fáum hérna almennilegan hauststorm með vindi yfir 20 metra og vindi í einhvern tíma að lagskiptingin nær loksins að brotna. Og eftir það, þá ekkert aftur snúið. Hérna líka lofthitinn farin að falla verulega og hérna lendir þetta allt saman og síðan kólnar vatnið bara frá yfirborðinu niður á botn. Og ég hef afskaplega gaman að þessu eins og sést, undur hita lagskiptingarnar. Hérna erum við bara með þessa lagskiptingu, hérna erum við með vatn frá 4 metrum niður á 16 metra, nákvæmlega sami hiti á því. Og síðan erum við hérna með 28 til 40 metra, það eiginlega sami hiti á því. Og síðan erum við með þessi dýftarbil hérna sem skilja á milli. Þarna eru skilin á milli þessara 2 fasa, hitafasans og kaldafasans. Og þarna gengur bara heilmikið á. Og þetta sem 1 sólarhringur. Og hérna erum við með einhverja bylgju í þessu öllu saman, sem á hálfum sólarhring fer úr, ef við tökum þessa hérna, fer úr 9,5 gráðu upp í 11 gráður og aftur niður í 9,5. Svo settum við hérna til hliðsjónar mynd sem sýnir ástandið seinni hluta október. Þá engin lagskipting og hitinn orðinn sá sami frá yfirborðinu niður á 40 metra dýpi. Þetta orðið gott held ég, þannig að ég ætla að fara að smella hérna á örstuttri samantekt. Þetta samt bara langtímaverkefni sem miðar að því að kortleggja ástandið og mögulega breytingar á lífríki vatnsins og umhverfisþáttum. Vatnsgæði Þingvallavatns eru bara í sallagóðu lagi, allavega með tilliti til næringarefna, en það þarf eitthvað að velta þessum blaðgrænum málum fyrir sér. Það niðurstöðuna benda til að það hafi orðið breytingar á svifþörungunum. Ég hef sennilega gleymt að minnast á það áðan að eldri gögn svifþörunga í Þingvallavatni, þau benda ekki til þess að þessir hausttoppar hafi verið með þessum hætti sem við erum að sjá núna. Menn tala að það hafi komið þarna hausttoppar og það allt saman, en það allavega afskaplega lítið af gögnum sem
sem að sýna sko eitthvað í líkingu það sem að við erum að mæla þarna. Þannig að það er eins og þar hafi orðið einhver breyting líka. Nú, þannig að það er samt bæði þessi hausttoppar og síðan sjóndýpismælingarna sem að eiginlega styðja þetta. Nú hitalagskipting myndast að sumarlagi og getur orðið allskörp sem síðan skila sér í meðal annars í dýftardreifingu svifþörungana. Ég sýndi ykkur áðan að það var dálítill munur yfir sumarið á sem sagt magni svifþörunga út á 25 og 35 metrum og upp undir yfirborði. Og þegar að þessi lagskipting verður, sérstaklega hún er sterk, að þá er hætt við því að næringarefni í efri fasanum klárist og þörungarnir hafi bara, þó þeir hafi nógu birtu, þá hafi þeir ekki næringarefni til þess að vaxa. Hins vegar, þegar þeir eru komnir niður fyrir þessa lagskiptingu, komnir niður í neðri fasan, þá hafa þeir næringuna og þá er spurningin um hvort þeir hafa nógu birtu. Og sennilega hafa þeir það nú, allavega sumir hverjir, vegna þess að þessi efri fasi, þegar hann er orðin eins og eyðimörk, þá er þetta orðið mjög tært vatn, eins og ég sagði áðan að við erum að sjá sjóndýpi alltaf á 14 metra, sem þýðir það að þá getur þú lesið blöðinu niður á 25 metrum og þá getur alveg ljóstilífað. Nú, sterkir vindar að þeir trufla lagskiptinguna og leiða síðan til blöndunar og varmaflutnings niður vatnshóluna og eins og þið sáum áðan alveg niður á 100 metra dýpi. Og síðan virðast geta orðið þessar miklu bylgjur í hitaskiptalæginu sem ganga síðan yfir vatninu. Nú, við færum Líffræðistofnun Háskólans og Viðmálastofnun alveg sérstaklega miklar og góðar þakkir fyrir samstarf og lán á mælitækjum. Og svo höfum við fengið bátinn hans Jóa í Mjóanesi lánaðan oftar en tölu á hestir og það er alveg gjörsamlega ómetanlegt að vera með svona góða og jákvæða nágranna þegar verið er að sulla út á vatni í tíma og ótíma. Þannig ég ætla bara að segja þessu lokið og þakka fyrir. Þakka kærlega fyrir. Ég ætla að opna fyrir spurningar. Bið ykkur að gefa mér merki. Ég heiti Sveinn Valfersson, ég hef nú verið við þetta vatni meir en hálfa öld og ég held að eitt mesta röskun á lífríkinu hafi verið þegar stíflan brast þarna við Sognsvirkjunina og Urriðastofninn hrundi og ég ætla að spyrja, eru til eldri gögn frá fyrir þann tíma og hvort það sé einhver munur á því eða hvort þú getur að gert þér einhverja grein fyrir því hvað áhrif þau hefur haft. Upp í vatninu sjálfu sem sagt? Já, á lífríki í vatninu. Bæði og þörungum. Það sem skeður þá að mér skilst það er það þegar Urriðastofninn hrynur þá fjölgar murtinu mjög mikið. Þarna vantar alveg örugglega einhver haldbær gögn til dæmis samsetningu murtustofnsins, stærð og magn og annað því líkt. Það eru til veiðigögn. Það til veiðigögn en það er spurning vandamálið við þessi gögn eru væntanlega samræming á þeim. Murtan, hún náttúrulega fylgir trúlega aðstæðum í vatninu. Hún lifir náttúrulega fyrst og fremst á þessum sviflegu krabbadýrum. Þannig að ég hugsa að það séu stofnar þeirra sem að ráði nú trúlega mestu stofnstærð murtunar. Spurningin er hvort að stofnstærð urriðans hafa haft áhrif á stofnstærð murtunar. Ég hef í sjálfsög engin gögn til að svara þessu en ef ég á að giska, sem er náttúrulega alveg stranglega bannað, þá finnst mér það nú ekkert sérstaklega líklegt.
En það er kannski spurning, ég sé félaga mína frá Veiðimálastofnun hér og það er spurning hvort að þeir hafi einhverja hugmyndu það, kannski svifið á þau á eftir. Já, Einar Þorleifsson, ég var að hugsa þú sýndir þessa mynd þar sem var að gufa upp úr vatninu þarna hjá Nesjavöllum. Hafið eitthvað skoðað, náttúrulega hlýtur að hafa breyst með Nesjavallavirkjunni verulega mikið flæðið af uppleystum steinefnum. Ég veit ekki hvort það er mikið nitur eða fósfor í því, en hafið eitthvað svona speglar í því. Einhvern veginn held ég að það hljóti að vera miklu meiri breyting sem fylgir steinefnunum heldur en hitanum sem kemur með því vatni, borholluvatninu. Já, sko, háhitavatn er ekki, er náttúrulega ekki, það er alltaf samsetning á háhitavatni en á venjulega vatni. Hins vegar er þetta vatn sem að allavega er að reyna það fram núna. Mér skilst að það sé nú ekki mikill háhitavöku í því, heldur sé að þetta er raunin þéttivatn. Og ef það er raunin, sko, þá... Það er alveg greiðilega menga, sko, kísil, það er hvít á litinu, svo vatnið. Já. Sko... allavega áhrifin sem hafa verið mæld, þar sem þetta kemur fram þarna í vatninu, það eru fyrst og fremst áhrif sem eru sko bein hitaáhrif og hafa sem sagt, áhrif á lífríkið á staðnum. Þau áhrif hins vegar að þau eru sko mjög staðbundin og þau eru til dæmis horfin þar sem að mesta flæðið er þarna fram. Og þar er vatnið í kringum, eða sem þegar þetta var mælt, ég held að sem 2005, ansið langt síðan, að þá var vatnið 30 gráður þar sem hann spratt fram. En svo bara rétt fyrir utan hraunkantin og út á eitthvað 3-4 metra dýpi, að þar var engin merki að finna neina breytingu. Þannig að þetta þynnist ofboðslega hratt út þessi hitaáhrif. Ég bara þori ekki að fullyrða efnafræðina í þessu vatni sem er að renna þannig, ég hef bara ekki kynnt mér það nú vel. Já, Stefán Einarsson heiti ég, þakka þér fyrir frábæran fyrirlestur og mjög áhugavert að heyra að þetta eru ný gögn sem greinilega þau eru að koma með vatni sérstaklega þá vetrarlagi. Það sem vakti athygli mína er þessi þörungagróður seint á haustin eða byrjun vetrar og fram eftir vetrinum og ég myndi vilja spyrja, hefur það nokkuð verið mælt áður og síðan þá önnur spurning varðandi áhrifavald að þetta gerist á tímum þar sem er engin umfyrir vatnið og sárafáið dvelja við vatnið. Hvaða breytingar í náttúrunni er þetta eiginlega? Hefur einhverja hugmyndir um það? Sko, svona þörungagróður að vetri til svifþörungagróður, ég held að menn hafi nú ekki mælt þetta, menn hafa ekki verið mikið á ferðinni út á vötnum á veturna. Og eins og ég sagði áðan, einhvern tímann þegar við vorum að datt í huga að fara að þvælast út á Kleifarvatnum hávetur, sko, að þú hvort að væri eitthvað að gerast þar. Þá sáum við þetta sama, en við höfum sko einhver magnmælingar á því. Þannig að það er greinilega alveg fyrir hendi að það sé sko kísilþörungaframleiðsla í gangi í skammdeginu. Sko, það var mjög hissað þegar maður sá þetta í Kleifarvatni og við erum líka alveg steinhissað þegar við sáum þetta þarna. Þetta var jú, þeir mældu nú, Pétur M. og félagar hérna milli 1970 og 80. Þeir voru á ferðinni á veturna líka. En þeir voru ekki að mæla neitt svona. En það er líka annað sem að kannski hefur áhrif á þetta og það er til dæmis hvað gerist ef að vatnið leggur. Sko, ein af skýringunum sem að á þessum samfellda þörungablóma er svo að hafi bara hreinlega nóg að bíta og brenna. Það er bara nóg af næringarum. Og það náttúrulega hangir þá væntanlega á því að vatnsmassinn sé blandaður. Spurningin er hvað gerist ef vatnsmassinn, sko, ef vatnið leggur og vindur hættir að hræra í þessu öllu saman. Og hvað gerist þá? Myndast þá ekki lagskipting? Og við viljumst ekki ætla að fá svar við því þennan veturinn allavega.
En ef að það gerist til dæmis, þá alveg spurning hvort að það myndi duga til að gera út af þennan þörungablóma, því að þá líka mjög líklegt að það sé snjór ofan hausnum sem að einangrar hann þá líka frá ljósi, og ef þú hefur bæði myrkur og lítið að éta, þá ertu ekki í góðum málum, sko. Þú var þetta? Þetta var þetta breytingar í náttúrunni, ef þetta eitthvað að breytast, hvaða áhrif breytingar í náttúrunni, því að það voru alveg lítið mannlíf þarna á þessum tíma? Sko, það ég eiginlega veit það ekki. Eins og, sko, næringarefnin sjálf eru allavega ekki þau eru ekki að mælast neitt sérstaklega há. En ef þú ert, sko, með kerfi sem er svelt, þá máttu moka dálítið mikilli næringu út í það, áður en þú ferð að geta mælt næringarefnin sjálf, því að þeir sem eru sveltir, þeir náttúrulega bara grípa þau og binda þau alveg í grænum hvelli. Sko, þannig að það, með þennan vetrartopp, hvort það er eitthvað nýtt að gerast, hvaðan þetta kemur, við getum bara ekkert svarað því, held ég. Þakkaði fyrir, Haraldur, og Getis erindi. Það er varðandi þessi vetrartoppa sem ég ætla að halda áfram með. Og kannski tvær bara örstuttar spurningar. Svo fyrri er þörunga samsetningi sem að þið mældu 2010. Var það, þeir voru greindir af ykkur á Náttúrufræðistofu Kópavogs. Annar stað að sýni bæði úr vatninu og eins úr útfallinu á vetrarsýnin. Eru þau til þess að greina fyrir hvort það heldur þið á Náttúrufræðistofu Kópavogs eða einhver annar? Og í þriðja, ég er ekki alveg búinn. Og í þriðja lagi þá mér mest í nöp við að sjá þessa blaðgrænu toppa á aðventu og litla á Jónsmessu. Þakka þér. Ég get lítið gert í því þó að þér sé í nöp við blaðgrænu á ákveðnum árstímum. Þú verður bara að eiga það við sjálfan þig. En við höfum ekki tegundagreint þörungana sjálfir. Þetta eru sýni sem hafa verið send erlendis til sérfræðinga þar. Við getum greint þörungana úr öðrum sýnum sem við eigum. Við eigum þetta í krabbadýrasýnum, þau eru að vísu síuð, en þannig að við missum smæstu þörungana. En þörungarnir sem eru uppistaðan í þessu, að þetta eru stórgerðar tegundir sem að verða eftir í 45 mikróna sigti. Þannig að við getum þó í það minnsta áætlað eða séð hvort það er munur á milli sýna. Þannig að við erum þá með einhverja vísitölu eða getum náð út úr þessu einhverju vísitölu á þörungamagn. Ég held að við eigum ekki þörungasýni sem hafa verið tekin sérstaklega. Þau hafa öll farið í vinnslu. Það getur verið að eigum þau, við höfum ekki sendt alveg allt, en svona til huggunar að þá getur upplýst það að við höfum ekki hent einu einasta sýni sem við höfum safnað. Ein loka spurning. Já, Jón Óskarsson heiti ég, þakkaði fyrir þennan skemmtilega fyrirlestur. Það er engin launung, þetta er dularfullt vatn. Maður hefur heyrt talað greniskógana sem hafa verið plantað dálítið mikið kringum vatnið af sumarbústaðareigendum. Það hafi slæm áhrif á vatnið. Það sé það sem að valdi minnkandi skyggni í vatninu. Getur nokkuð kommenterað þig á það, og eins þetta með að vatni frýs ekki, þú gafst góða skýring á því, það er sjálfsagt vindur og straumar sem valda því að það nær ekki þeirri kyrrð. Er það kannski rangt álit hjá mér? Takk.
Vindar og straumar í vatninu svo sem ekkert nýtt. Ég held að við höfum bara hreinlega ekki fengið nógu kalda vetur. Ég held að það sé bara ástæðan fyrir því að vatnið hefur ekki lagt núna nokkur síðustu ár, það heitir éti. Þetta fyrir náttúrulega bara, meðal árshiti hefur bara farið upp undanfarin ár og heldur því bara áfram virðist vera. Þannig að það nú sennilega skýringin á því að vatnið hefur verið íslaust. Með þessi bannsettu jólatré þarna, Pétur M. Jónasson heldur því statt og stöðugt fram að þetta þau séu þarna til bölvunar fyrir vatnið. Ég myndi nú gjarnan vilja fá aðeins betri mælingar á það, Ef maður veltir fyrir sér til dæmis bara þessum grunnvatnsstraumum sem að koma inn í vatnið, þá eru þeir gríðarlega miklir. Og þannig að þar einn þynningar möguleikinn. En ég sem sagt ég veit ekki hvort að jólatrén hafa eða grenitrén hafa neikvæð áhrif eða jákvæð. Hins vegar mín persónulega skoðun á þeim að þau eigi ekki heima þarna. En það kemur vatninu í sjálfu sér ekkert við. Klukkan orðin svolítið margt, þannig ég ætla að loka fyrir fyrirspurni núna, en þið getið sjálfsagt spurt Harald á leiðinni út. En þakka ég kærlega fyrir. Já. Ég vil nota tækifæri fyrir að minna ykkur á Hrafnaþingi eftir 2 vikur, þá ætlar Guðmundsson fuglafræðingur að segja ykkur frá fuglamerkingum. Og ef einhver á eftir að skrifa í gestabók, þá liggur hún hér á borðinu. Takk fyrir.